Við ætlum að fá fréttir frá sveitarfélaginu Ölfusi og á línunni Barbara Guðnadóttir. Komdu sæl. Sæll og blessaður. Jæja, svolítið kalt í dag. Já, það bara, það er ekki kalt hérna inni hjá mér. Nei, reyndar ekki hjá mér heldur en. Það er vetur. Það er vetur. En samkvæmt dagskráni að þá eru 84 dagar til sumars. Já, þannig að við höfum smá tíma til að gera eitthvað á þessum vetri. Já. Ég vona að líði nú bara hratt. Já, hvað? Bara njóta þess að það sé vetur og ég til dæmis með kveikt á kerti hérna á borðinu hjá mér. Já. Það er óbúslega notalegt. Sérstaklega eftir svona dag eins og í gær. Ég veit að það var ekki allt Suðurland svona mikil þoka eins og var hérna niður við ströndina. Já. En það var svolítið dimmt. Það var svolítið magnað, jú, þetta var á Selfossi og í Hveragerði og víða á Suðurlandi. Ég skrappi eitthvað tíðan fyrir partinu upp í Hveragerði og þar var bara hið allra besta veður. Já, seinni partinn þá. Já, það aukist þokan eftir þjóðlegardaginn. En þá er einmitt að gera að reyna að hafa bara svolítið notalegt og gera kveikja kertum og setja góða tónlist og bara góða mat og svona. Heldur betur, þetta er góð ráð. Já, er það ekki bara? Jú. Ég allavega, litli strákurinn minn, hún leist ekkert á blikuna þegar vinur hans ákvað að fara með snjóþotuna einhvert út í brekku og hann var alveg viss að hann myndi villast í þokunni. Já. En mér skilst að hann hafa komist heim. Nákvæmlega. En hvað er að frétta síðan síðast, bara? Það er bara svona allt meinhægt, það er rólegt þetta hjá okkur, við erum bara svona að náttúrulega klára janúarmánuð og svona undirbúa framhaldið af vetrinu. Við erum að gera eitthvað í vetri áður en að allt einu verið komið sumar og allt önnur dagskrá í boði. Já. En ég var að frétta af alveg frábæru gengi hjá golfvellinum á síðast ári. Þeir voru golfklúbbur Þorlákshafnar var með aðalfund núna daginn og skila hagnaði og segja frá því að það bara er held ég kosti minnst að vera í golf í Þorlákshafni allavega að kaupa félagsgjald. Já, það er 18 hólu golfvöllum. Árgjöldin í Þorlákshafni eru þau lægstu á 18 hólu velli. Já, og þetta er völlur fyrir þá sem að vilja aðeins taka á því. Hann er vist talinn frekar erfiður, en skemmtilegur og hann opnar snemma. Það er það kostunum við svona sandgolfvelli, það sem að undirlagið er sandur. Já, ég man að í fyrra þá opnaði golfvellunum bara mjög snemma. Bara miðjan vetur. Já, spáðu því. Þannig þó að séu einhverjir 86 dagar þá er þetta bara þá gæti verið að það færi bara nálgast opnun á golfvellinu. Já, 84 bara. Fyrirgeðu 84. Já, þetta er en reyndar síðustu ár að þá hefur ekki verið svona mikil snjór hjá okkur. Já, þegar maður lítur út, það er einmitt, maður fer ekki að hugsa golf alveg bara. Ekki alveg á næstunni. Nei. En þetta er frábært hjá golffélaginu þarna, eða golfklúbbi Þorlákshafnar að bjóða upp á flotta aðstöðu og árgjöldin þau leggstu. Já. Sem er gott mál. Það er bara mjög fínt. Þannig að fólk ætti bara að drífa sig í Þorlákshöfn í golf í vor. Já, algjörlega. En svo erum við erum ennþá með klukkusýningu hérna á bókasafninu og verður fram í næstu viku en þá er dagur stærðfræðinnar og dagur leikskólans og það eru svona síðastliðin ár þá hafa krakkarnir í leikskólanum búið til eitthvað svona skemmtilegt í tengslum við þessa daga og sett upp sýningu. Já. Og við hefum fengið að hýsa þessa sýningu þeirra hérna á bókasafninu sem er mjög skemmtilegt. Þannig að ég hlakka til í næstu viku að fá krakkana á leikskólanum hingað. Frábært. Með sýningargripi, sjá hvað þau gera þetta árið. Spennandi. En með klukkusýninguna, eru þetta klukkur sem klingja? Á klukkutíma fresti? Nei. Ding! Það er betur ekki. Það heyrist alveg í þeim og það er bara notalegt að heyra svona aðeins svona bara, það er slá náttúrulega. Já. En við lentum í því þegar við vorum að opna sýningu og ein klukkan, það var nú bara verið að vekja mann held ég. Já. Og svo þegar ég kom morgun eftir, þá var önnur farin af stað líka. En það er ekki gert síðan. Við hefum náð að slökkva. Já. En nei, það er engin sem að kannski er búin að stilla, þannig að það gerist ekki. En allavega við fáum ekki að vita þegar klukkan slæðir akkurat á klukkanum. Það eru rétt stiltar og slá í takt?
Já, svona meira eða minna, svona allflestar. Og þetta búið að vera mjög skemmtilegt að vera með þessa sýningu. Hún hefur náttúrulega fengið ágæta kynningu og við hefum fengið hérna heimsókn fólks frá Reykjavík og annar staðar sem hefur komið og gert sér bara dagsferð til Þorlákshafnar til að skoða sýninguna. Frábært. Og þetta svona kannski fólk sem líka að safna klukkum. Jú. Skoða hvaðan Doddi hefur átt. Hann Þórarin Grímsson. Og svo þetta gaman að skoða gamla muni. Það rosalega gaman. Og gamla og nýja, sko, mér finnst eiginlega ekkert síður að skoða nýju klukkurnar og út í hvað búið að vera að fara. Hvernig hefur þetta alls konar, þetta svona gamlar og fallegar, svona stofu og eldhúsklukkur og hérna svo þetta allt upp í svona skemmtilega hallarislegar klukkur og alls konar svona tísku fyrirbrigði sem að verða til þarna eins og í öðru. Já. Þannig að þetta mjög skemmtilegt. Þetta frábært. Skemmtilegustu sýningarnar oft eru einmitt svona safnarsýningar. Jú. Ykkur þorrablót í gangi þarna hjá ykkur á næstunni? Já, það er nokkur félög sem að sameinast að búa til þorrablót í Þorlákshöfn. Já. Og það er bara það næstu helgi. Hérna í Ráðhúsinu. Frábært. Og örugglega hægt að kaupa með einhverstaðar. Fólk þarf bara aðeins að kynna sér þetta. Ég er nefnilega ekki með þetta hreina því ég kemst ekki. Þá er ég ekkert að leggja þetta alls saman á minnið. Nei, þá fyll ég hausinn á mér og einhver öðru. Við förum bara í þetta í næstu viku. Já, svona það er þegar rétti tími kemur. Já, en veistu hvað? Það er náttúrulega komið þorri, það byrjar þorri. Jú, alveg rétt. Þannig að við fáum okkur að sjálfsögðu þorramat svona alveg svolítið mikið. Já, gerir þú það? Nei. Mér finnst að á óháð tíma þá finnst mér bara slátur og mikið af þessu þorramat, bara mjög gott. Já, algjörlega. Var bara finnst þið gaman að púsla? Já. Það er nefnilega merkisdagur í dag, því í dag er alþjóðadagur púsluspilsins. Já, heyrðu, þá er kannski ágætt að ég seti á dagskrá að klára púsli sem að við fengum í jólagjöf. Já, það býður alltaf. Ég legg það til að fólk taki upp eitt púsluspil og púsli. Já, örugglega mjög gott fyrir alla heilastarfsemi. Maður verður að hugsa og skoða og horfa. Algjörlega, þetta er íþrótt fyrir heilan. Íþrótt fyrir heilan og þetta er mjög skemmtileg, svona fjölskyldu íþrótt. Mjög skemmtilegt að setjast með krökkunum og púsla. Algjörlega og það er meira segja sagt frá sálfræðingum að púsla hefur róandi áhrif. Já, þannig ef maður er stendur í einhverju ströngu og er í miklu stressi þá hættum maður bara að setjast niður og púsla. Það er bara margt vera til. Algjörlega. En þá getur næst, bara, eitt í lokin hérna. Ég sá hérna á Hafnarfréttir að þar er efsta fréttin að þar segir frá gistiheimili sem er að slá í gegn meðal ferðamanna. Já, það er hjá Jonna, gistiheimilið hans Jonna, hérna á Ottabrautinni í Þorlákshöfn. Það er bara hefur vakið ótrúlega mikla lukku. Ég veit að hann hefur líka gert allt fyrir þá gesti sem hafa komið til hans. Hann breytti íbúðarhúsi í gistiheimili með einhver bara mjög flott herbergi og hefur tekið þar á móti gestum og degra við gestina og stjana við að fara með á hingað og þangað og þannig að þetta kom ekkert á óvart. Nei. Þannig að gistiheimilið er að fá mjög góða einhvern eða umsögn inn á bókunarsíðu sem að kallast booking.com. Já. Það sem gestirnir hafa komið, skilst mér. Og þeir skrifa bara mikið lofseyrið þarna bæði gistiheimilið og þjónustuna sem að þeir að fá þarna. Það er glæsilegt. Og ég held að það sé bara, þetta er bara verið óbúslega vel rekið og mikið þjónusta þarna í ferðamennina. Og nú hefur hann fengið og fær veitingaleyfi? Já. Það er búið að samþykkja það samkvæmt fréttinni? Það er nefnilega, það væri bara rosalega gott ef þetta gengi bara svona áfram. Algjörlega. En þá getur næst bara heyrjumst í næstu viku og hafa það gott. Takk sömuleiðis. Takk. Bless.